Sandra María Jensen. Sandra, ég ætla aðeins að taka stöðuna hjá þér, hjá liðinu fyrir sumarið og þegar viðtalið fer fram, þá deildin að byrja. Er komið spenningur í kroppinn? Það rosalega mikil spenna og tilhlökkun í hópnum og við getum ekki beðið eftir að byrja þetta ár í fótboltanum. Þetta svo sem ekkert að byrja hjá þér. Þú ert náttúrulega búin að vera að sprikla þarna úti og kemur alveg í rosa fjöri heim. Já, ég búin að eiga svolítið langt tímabil núna. Tók í rauninni bara deildina í Tékklandi beint eftir að Pepsi-deildin kláraðist. Tók einhvern mánuð, 1,5 í pásu. Og ég búin að vera að spila mikið af leikjum og deildin náttúrulega bara í gangi núna í Tékklandi. Þannig að ég græði á því og það bara gott. Þetta fljúgandi start sem að, ekki alltaf með þig? Góðan dag. Þetta fljúgandi start, hún eyðir að þetta næstu því. Þetta fljúgandi start sem að þið fáið inn í deildina. Stelpurnar eru búin að vinna fyrir 2 bikara bara með viku millibili. Þannig að nú eru bikararnir 3 sem að þið eru að passa þess að dana. Það ljúft. Já, það mjög ljúft og það ekki sjálfsagt að vera með síðustu 3 bikarana hjá okkur og það eitthvað sem við erum búin að vinna fyrir og eins og ég segi, bara liðið allt búið að bæta sig og það búið að vera ótrúlega gaman fyrir mig út í Tékklandi að ná að fylgjast með stelpunum og sjá hvað sem mikið búin að bæta sig og bara liðið sem heild og það lofar ekki öðru en góðu fyrir sumari. Nú sér maður að spámenn þeir gera ráð fyrir því að Þór Káa verji Íslandsmeistaratitilinn, er það ekki bara stefnan? Já, að sjálfsögðu, það stefnan á að vinna titilinn aftur, við viljum segja það og bara gaman auðvitað aðilar út í bæ og fyrir sunnan og allstaðar séu að spá okkur sigri en það náttúrulega byrja bara jafnt hjá öllum liðum þannig að við þurfum að vinna inn fyrir vinna okkur inn öllum stigum sem í boði og þetta verður hörku sumar. Þannig að núna bara undir okkur komið að núllstilla og byrja deildina fullri einbeitingu og sérstaklega á móti Grindavík þar sem við töpum nú í síðasta leik þar. Ég ætla einmitt að segja, það var ekki ferð til fjár í rokinu og rigningunni ef ég mann rétt þarna siðra. Já, nei, það var alls ekki ferð sem við höfum ætlað okkur fyrir fram að tapa og sérstaklega sem við höfum getað klárað sumarið í fyrra þá. Við gerðum þetta óþarfa spennandi, þannig að núna að gera að koma bara jálaðir í þennan leik og sína að það voru mistök hjá okkar liði að klára ekki titilinn þá. Þannig að já, við ætlum að fara bara brjálaðir í þann leik. Hvernig sýnist þér nú þú búin að horfa upp svona pínu utan frá á liðið og kemur inn og dettur í þetta sem bara þessi reyndi fyrirliði, hvernig sýnist þér stemmingin og hópnum og bara liði vera almenn stemt? Það lítur náttúrulega að vera geggjuð stemming, nýbúin að vinna 2 bikara. Já, stemmingin er alltaf góð, það er alltaf mikið gleði og ánægja í kringum titlar, saman hvort það sé Íslandsmeistaratitill eða Lengjubikarstitill og ég fann það bara strax sem leið og ég kom og mætti í meistarana að það var góð stemning í hópnum og liðið var alveg samstillt, þannig að ég held að það sé eitthvað bara gott veganesti í mótið. Þannig að stefnan bara eins og var svo sem í fyrra sumar eða fyrra vor, Donni Sabra, við ætlum að vinna alla leiki, við ætlum að vinna titilinn og það stefnan áfram. Já, markmiðið bara skýrt og það ekkert leyndarmál. Við ætlum að landa titlinum og við ætlum bara að fara í hvern einasta leik til að vinna. Og sæmileg stemming fyrir fyrsta leik. Já, við erum allar mjög spenntar og ég sérstaklega spenntar sem það er langt sinni ég spilaði með þeim síðast. Þetta svona sérstök tilhlökkun. Já, sérstaklega mikil tilhlökkun, getum sagt það. Gangi ykkur vel. Takk.